Hvað geturðu sagt mér hollvinasamtök Unu Guðmundsdóttur? Já, það nú ýmislegt þau að segja. En ungur maður hér í garðinum, hann Guðmundur Magnússon, kvikmyndagerðarmaður, hann aðal hvatamaðurinn og hugmyndasmiðurinn að þessum hollvinasamtökum. Og hann að gera kvikmynd líf og störf Unu og síðan var það árið 2011, nánar tiltekið 18. nóvember á afmælisdegi Unu, að þá voru stofnuð hollvinasamtök Unu Guðmundsdóttur og þar samþykkt lög og annað slíkt eins og gengur stofnun félagsskapar. Og það ekkert annað en að félagsmenn eru 90, eða milli 90 og 100, sem að mér finnst dágott í svona fyrstu atrinu. Og aðal markmið þessa félagsskapar að koma húsinu Sjólist sem að Una bjó lengst af í, að koma því í eins upprunalegt horf eins og kostur og að halda öllu því góða og mikilvæga starfi sem Una sinnti á meðan hún lifði hér í garðinum, að koma því til komandi kynslóða og vekja athygli á því. En hver var Una Guðmundsdóttir? Una var merk kona sem bjó hérna í garðinum og lagði mikið til samfélagsins á meðan hún bjó hér og var meðal okkar. Hún fæddist 18. nóvember 1894 og hefði orðið 120 ára á síðasta ári, ef að hún hefði verið hérna hjá okkur. Nú, það alveg ljóst að hérna þau störf sem að Una sinnti hérna voru mjög mikilvæg og minnistæð öllu hennar samferðafólki. Hún var 16 ára gömul, búin að stofna skóla fyrir börn og þá var hún aðallega að hugsa krakka áður en þau byrjuðu skólanum, ekki síst þau sem minna eða áttu í einhverju basli og minna máttu sín og svo var hún, eða sá hún stúkuna Siðsemd númer 14 í 30 ár að ég megi segja. Og það var óskaplega mikilvægt og gott starf. Hún stjórnaði ungmennunum og krökkunum alveg hreint, sannarlega ekki með harðri hendi, en þeim datt sko aldrei í hug að gera neitt sem að Unu myndi ekki líka. Hún samdi heilu leikritin og setti upp með þeim. Hún var með ritlistanámskeið og ég veit ekki hvað ég gæti nefnt. Nú, auk þessa sem hún sinnti fyrir bæjarfélagið, að þá var hún sem sagt lækningamiðill og til hennar leitaði fólk allstaðar að. Sem dæmi má segja að störfina þóttu það mikilvæg að Gunnar Magnús rithöfundur skrifaði bók Unu og störf hennar og kallaði hana Völvu Suðurnesja. Og ég man að það vakti svo athygli mína þegar ég las bókina að hún var náttúrulega hógvær, hún Una, að hún ætlaði ekkert að fást til þess að það yrði skrifað hana eitt eða neitt. En svo féllst hún á það og hún sagði, já, það eru verkefnin sem skipta máli, það ekki ég, það eru verkefnin sem hún vildi segja frá. Þannig að hún dró athyglina frá sjálfur sér að öllu því góða sem hún lagði að mörkum. Þau eru líka að fara af stað með ljóðasamkeppni, það kannski annar sem segir okkur frá því.
Það er annars sem segir frá því, en það er alveg rétt. Hugmyndasmiðurinn Guðmundur sem á þvílíkt að góðum hugmyndum, að hann lét sér detta í hug að stofna til svona ljóðasamkeppni og var þá með í huga bæði að Una var mjög bókelsk og ljóðelsk kona. Hún sá bókasafnið bókasafn Ungmennafélagsins, það var hérna upp á lofti hjá henni og hingað kom fólk og dinglaði bjöllunni og fór upp á loft og sótti sér bók og skilaði tilbaka. Þetta í rauninni upphafið að héraðsbókasafni eða bæjarbókasafni Garðs sem núna er upp í Gerðaskóla. Hérna í Garði erum við að tala ljóðasamkeppni milli barna í skólunum, grunnskólunum. Það í 3 flokkum segand. Og þetta allt hugmynd Guðmundar. Og mér finnst hún alveg stórkostleg og stórskemmtileg. Og þetta í ljóðasamkeppni sem nær til allra Suðurnesi, ekki bara Garðs að sjálfsögðu. Og nú þarf bara reyna að koma þessu á framfæri við kennara í skólunum. Reyna að fá kennarana til að hvetja börnin til að vera með og með því að lesa ljóð, bæði í hljóði og upphátt og hvetja þau til þess að setja saman ljóð og vísur og kenna þeim að meta kveðskap hina gömlu og hina ungu. Núna er náttúrulega textagerð, þetta heitir oft í dag textagerð, frekar heldur en yrkingar eða kveðskapur og trúbadórar, popparar, þungarokkarar, þeir eru að semja fín ljóð og syngja þau og spila undir og ég held að ef okkur tekst vel að virka síðan þetta að tengja hjá börnunum ljóðagerð, kvæðahætti, bragfræði við einmitt tónlistina og vekja þannig áhuga á þeim að búa til fína texta. Á hvaða nótum viljið þið hafa þessi ljóð sem að börnin að fara að semja? Hugmynd Guðmundar eru svo að þetta helst að fjalla eitthvað Suðurnesin, að tengjast eitthvað síðan Suðurnesunum. Þetta að vera jákvætt og helst eitthvað fallegt lífið og starf fólks á Suðurnesum og það er nóg að taka þar. Í rauninni skiptir engu máli hvað það er, svo fremi að það sé eitthvað sem fjallar líf og hætti, lifnaðarhætti fólksins sem býr hérna á Suðurnesum.